Jæja, þá er komið að 7. umferðinni. Þetta eru bungurnar eins og þær verða stærstar, komnir 6 uppslættir á hverja óprjónuðu lykkjuna og hér er ég búin að prjóna þessar fyrstu 5 og nú er komið að því að fara bara framan í þessa lykkju, sækja bandið og hún prjónast með öllum sínum uppsláttum. Hérna er lykkjan og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 uppslættir og svo prjónum við 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og þá er það næsta lykkja og það þarf svona, hún er hérna sko, þannig að maður þarf aðeins að fara hérna inn undir sækjana og ágætt að tékka vel hvort hún sé ekki örugglega þarna á sínum stað, jú, og uppslættirnir og svo höldum við áfram. Það er ekki gott, myndi ég halda, að prjóna þetta mjög fast, þetta munstur, því að þessir þræðir þurfa svolítið að fá að leika til. Hérna kemur 1 stjarna og 3 og 4 og 5 og þá kemur þessi vöndull hérna, lykkjan og allir uppslættirnir. Hérna er sjálf lykkjan, förum inn í hana bara, prjónum hana slétt og uppslættirnir koma með. Þannig að svona vindur þetta sig. Og í næstu umferð byrjar þá næsta lota af uppsláttum og þá er hliðrun. Þá hliðrast allt munstrið 3 lykkjur. Kíkjum á þetta smá. Þannig að hér koma sem sagt þessar stjörnur sem eru ennþá meira áberandi á bakliðinni. Og þá verður svona pínu bungumyndun líka í prjónlýsinu. Fallegt.